Komið sæl, það þessi myndalega lægð hér rétt norður af Hvarfi á Grænlandi sem að stjórnar veðrun hjá okkur núna næsta sólarhringinn eða tvo og við sjáum hér þessi myndalegu skil sem að koma hér inn svona þegar líður á nóttina. Það eru gula viðvaranir nokkuð víða á landinu sem koma svona taka gildi seinna í kvöld og í nótt og við förum betur yfir það á eftir hvenær og hvar þær koma inn. En ef við lítum það á þróunina þá sjáum við að skilin koma hér upp að landinu svona fljótlega eftir miðnætti. Það mun hvessa nokkuð á undan þeim, það hlýnar ofurlítið með því líka. En svo þegar þau fara yfir hins vegar að þá kólnar nokkuð skart. Þannig að það mun snjóa í svona endanum á skilunum, þannig að það mun snjóa hér á vestanverðu til dæmis svona töluvert í fyrramálið og fram eftir morgni. En á samanskapi hefur þá lægt talsvert frá því sem að verður í nótt. Á hitasviðinu þá sjáum við þessa ljósbláu rönd sem kemur hér inn með og það eru raun þessi litlu hlýindi sem fylgja lægðinni og svo kólnar aftur og liturinn dökknar aftur strax að þegar þau fara hjá, þannig að við verðum í svona frekar svölu lofti hérna vestan til en það verður svona ívið mildara fyrir norðan. En ef við förum þá og lítum á veðrið í kvöld og í nótt þá sjáum við hvernig viðvaranir koma inn hér eina af annari og það er vel hvasst á undan þessu þannig að til fjalla mun skafa þó að kannski verði meira rigning á láglendi og hádegi á morgun eru gula viðvaranir nokkuð víða, þá eru þær dottnar út hérna vestast og kaldalofti komið inn þannig að svona, þar eru þá hittinu kringu frostmark og svona slittukent kannski við ströndina en snjór lengra inn til landsins. Það eru vindaviðvaranir ennþá á norðaustur og austurlandi en hríðarviðvaranir á Norðurlandi vestra og miðhálendinu. Þróunin síðan áfram þá yfir til föstudagsins að þá detta þær hérna eina af annarri út, þær breytast í hríðarviðvörun á norðaustur og austurlandi tíma en detta síðan út hérna þegar það líður á nóttina og þegar við sjáum að þessi skil að fara að beygja inn aftur en það kemur lægðardra hér yfir norðausturland á seinnipartinn á föstudaginn langa. Aðrir landshlutar verða nokkuð góðir, smá él hér suðvestan til en víða þurrt annars staðar. Hitatölurnar verða eins og verið hefur svona undanförnu, þetta er svona öðru hvoru megin við frostmark. Sums staðar getur þetta farið í 2-3 gráður en yfirleitt þetta bara svona kringum núllið. Og þá ætlum við að líta á hvernig veðurspáin lítur út fram til laugardagsins og sjáum þetta drag koma hér inn á norðausturströndina og það er áfram éljagangur hérna suðvestan til en það er svona frekar þurrt hér á milli og ágætasta veður á þeim slóðum. En svo ef við lítum það á hitatölurnar að þá er þetta svona svolítið á pari við það sem að verður á föstudaginn langa. Hitatölurnar svona öðru hvoru megin við frostmark. Það er snjóar svona svolítið hér norðaustan til og austan til. Skúraleiðingar eins og í Vestmannaeyjum en svona Breiðafjörður, sunnanverðir Vestfirðir í það minnst að fá líklega bjart og fallegt veður. Þannig að það er ágætasta veður þannig. Allir fá eitthvað páskana en það er kannski svona ívið úrkomusamara að sjá hér fyrir norðanvert landið heldur en hérna sunnan og vestan til. Þannig að þetta er á páskadag og þá höfum við séð hvernig hitatölurnar eru aðeins á uppleið hér fyrir norðan en það er svalara hér þar sem að þurrt og hægur vindur. En svo að sjá að það kannski sé nú lægð á leiðinni eða seinnipartinn á annan í páskum en við förum betur yfir það á morgun. Skellum okkur þá yfir til Evrópu, það er hérna smálægð rétt sunnan við Oslo sem gefur staðbundna rigningu þar, annars er nokkuð víða skúraleiðingar. Hér er lægð svona komin austur fyrir suður Ítalíu og leiðst inn til Grikklands, þannig að þar er svona fremur úrkomusamt og óstöðugt loft, eiginlega í allum suðaustur hluta Evrópu. Og svo eru skúraleiðingar í Frakklandi en sínum mesta úrkoman er við Pýreneafjöllin þar sem að norðanáttin ýtir þessu svona í átt að fjallgarðinum en hann hins vegar þurrkar allt upp fyrir Íberíuskagann þannig að það er sólríkt og fínasta veður. Á Kanarí er fínasta veður norðaustanátt, léttskýjað og svona rúmlega 20 gráður. Þannig þar er góður dagur í vændum. Í Norður-Ameríku er dálítið óstöður á loft. Hér í Suðurríkjunum er mikið af skúrum og þrumum og eldingum í þeim. Skil frá þessari lægð. Þetta er sem sagt líklega lægðin sem kemur þá til okkar annan í páskum ef að verður. Svo eru líka svolítið skúrir við vesturströndina. En heilt yfir þokkalegasta veður. Við látum þetta gott heita í dag. Verið þið sæl.